vorið fer ég hingað vestur af því að vinkona mín sem var með mér, hún reiði sig hingað vestur á símstöðina, Króksfjarðarnes, og ég astaðist hingað vestur til að heimsækja hana. Og ég leittist, fekk vinnu fyrst í kaupfélaginu, svo haustið á símstöðinni þegar hún fór, hún Elsa, vinkona mín, þegar hún hættir og þá var ég hélt ég áfram, var hún náttúrulega orðin voðalega ástfangin. Síðan hef ég verið hér. Hvernig kynntust þið? Hvar? Manstu það? Við kynntumst í Vogalandi, jú. Dansleik í Vogalandi. Ég hengi verður. Vogalandi? Já, félagsheimili sem er í Króksfjarðarnesi. Manstu hvað hljómsveit var að spila? Nei, það man ég ekki. Já, ég geti trú að vera Halldór á Breiðabólstað. Á harmoníku. Jú. En nei, ég man það ekki. Nei, Ég get ómögulega minna það. Þetta var sumartíma og þá voru nú koma hljómsveitir svona halda þessi frægu sveitaböll sem voru hérna allt þá. En manstu hvernig þú sást hann fyrst? Manstu augnablikið? Já og nei. Ástu fyrstu sinn? Ekki kannski endilega þannig. Jú, það var bara... Já. Það var svona allavega að þið tók eftir hún. Já. En svo kemur náttúrulega við erum náskil. Þið? Já, við erum þremenningar. Í alvöru? Já. Og vissur það áður? Nei. Ekki fyrir eftir þið giftust? Þremenningar hálfur. Ekki fyrir löngu eftir að giftast. Löngu. Veitu, og hvernig er það? Sko, afi minn, Þóranna Mellum, hann er fæddur og uppalinn vestur í Arnarfirði. Fæddur og Litleyri við Arnarfjörð. Og er það bara fátækur bóndasonur eða vinur hjóasonur. Og er lítið hjá pappa sínum en elst upp í mömmu sinni. Flyst yfir á Barðaströnd að, hvað heitir það? Hrísnesi. Já, Hrísnesi. Og þegar hann er fermingu, þá skuldar mamma hans prestinum eitthvað. Prestinum tekur strákinn í eitthvað og sá prestur skulda einhverjum öðrum manni suður sjó, fyrir sunnan, og hann sendir afa suður til að vinna upp í skuldina sína. Og hann lappar suður, allavega á Akranes, frá Barðaströnd. Og lendir með köllum sem er að lappa suður og fara í verið. Fær að fljóta með. Og eftir því sem ég komst næst þá held ég að þeir hafi komist á Akranes og þar fengi bát yfir. Og fer yfir á Seltjarnarnes. Og þá, svo kemur upp á túrunum að afi, hann er sonur Jóns Helgasonar sem við sagt að það eru eitthvað gæfi kellingar. Og amma hans, dóttir hans líka, Jóna Jónsdóttir. Og Þórarinn Jónsson, þau voru hálfsystkini. Þetta er magna. Ég vissi ekki til þess að ég ætti neitt af mínum, ég hef aldrei heyrt talað það fyrir en að ég bara kynnist Erlingi. Og þá sagði... Það var löngu seinna. Nei, þá sagði pabbi, hann sagði að ég hefði ekkert þarna vestur að gera, þetta væri ekkert nema villimenn og barnanýðingar en á Vestfjörðum. Því þá náttúrulega var hann búinn að heyra söguna frá pappa sínu, hvernig var farið með hann. Bara hálfgerður niðursetningur á bæjarnu og hann var rekinn að heiman til að vinna fyrir sig 7 ára gamall. Það var alveg ótrúlegt. Hann skulle hafa bara lifað þetta af, eins og hann var svo svangur að hann var að éta skóna sína. Þetta er ótrúlegt. Já, og þetta er ekkert svo langt síðan, þess að afið fættur, var fættur 1869. Það var vist ekki glæsilega æfi hjá hana. Nei. Og þá komst þetta bara... Ekki framan af. Nei. Hann komst áfram. Hann komst áfram og með harðfylginu þá náði hann sér í konu og sá alveg fyrir sér og sínum En það var rosalega fátækt. Það er hann sem bjó á Mellum. Já. Og þegar pabbi alveg upp þá
voru ekki hnífapör, það var ekki til síðs að börnin fengi að nota hnífapör, þau voru bara fyrir gesti. Ótrúlega. Og hann borðaði alltaf með höndunum. Svo þegar pabbi kemur hérna til mín og ég er með fisk og ég er búin að, hann var að sjá illa og ég er búin að skammta hann sjálf, að þá borðaði hann með höndunum, fiski. Ég segi, pabbi, akkur borðar með höndunum, það er nývar gaffall þarna. Já, ég finn bara betur að bragða matnum ég borðaði með höndunum. Ég var vanur í þegar ég var barn. Já, þá bara fannst það öðruvísi hvað bragð. Þetta betur það. Mér fannst það ekkert sniðugt að vera borðað með höndunum. En það var ekki til síðs, börn fengu ekkert hnífapör. Þau voru bara fyrir gesti og það bara kannski einhver ein-tvö pör til ef einhver kom.